Komið heil og sæl, við heilsum ykkur héðan að austan. Í þættinum í kvöld ætlum við að líta við á ferðasýningunni Mannamót og kynna okkur austfirska matamenningu. Og greinilegt að maturinn hefur mikið aðdráttarafl. Við ætlum að heimsækja Grétu Mjöll Samúelsdóttur og fjölskyldu á Djúpavogi. Ég hafði aldrei komið á Djúpavog. Ekki heldur. Fyrir en að við komum hér í viðtal. En við hefjum leikinn á Reyðarfirði með áhuga ljósmyndaranum Ásgeiri Metúsalemssyni. I will bring you flowers in the morning, wild roses as the sun. Reyðfirðingurinn Ásgeir Metúsalemsson hefur haft áhuga á ljósmyndum frá því hann var strákur. Hann fékk sína fyrstu myndavél í fermingagjöf sem hann á ennþá, sem á allar þær vélar sem hann hefur eignast síðan. Hann fór á Síld sumarið eftir fermingu, tók vélina með sér og á enn myndir úr þeim túr. Þetta semst fyrsta vélin mín. Svo var það eiginlega áhuginn kviknaði svo þegar ég kom í land og fór að vinna sem búðarstrákur hjá Kaupfélagi Héraðsbúa og þar var maður sem hét Kristján Ólason. Hann var klæðskeri, Kaupfélagi rak saumastofu þá og hann var snjall ljósmyndari og hann kom þessum áhuga inn hjá mér. Hann var með myrkrakompu og ég fekk að framkalla þar og hann var með stækkara þannig að ég fekk að vinna myndirnar þar líka. Og hann sagði mér að ég yrði endilega að kaupa mér betri vél og þá keypti ég þessa gamlu Aquavél, svona harmonikubelg. En svo var ég ekki búinn að nota hana nema í 1 ár, þá féll ég í það að kaupa mér svona fína vél með skiptanlegri linsu. Þetta er þýsk vél, Exacta, og með linsu frá Carl Zeiss. Og þetta var svona toppurinn og þetta er nú eiginlega uppáhaldsvélin mín þó að hún sé náttúrulega ekki í samanburði við nýju vélana sko. Þetta er reyndar ekki upphaflega vélin. Ég seldi hana. Ég var farin að vinna suður á Keflavíkurflugvelli hjá ameríska hernum og þá voru hún áhugamálin einhver önnur heldur en sko að taka myndir. Það var kannski, þau snerust annað. En svo náði ég mér alveg nákvæmlega eins vél á eBay fyrir nokkrum árum. Myndirna mína sem ég átti frá því að ég var að framkalla sjálfur og það var náttúrulega allt svart-hvítt og filmurnar. Ég setti það allt saman í kassa þegar ég fór að heiman og lokaði honum og setti hann upp á háaloft hjá foreldurum mínum. En svo vildi það svo til að pabbi gamli var að taka til á háaloftinu og auðvitað sér og fleiri þessum kassa þannig að þar fóru allar gamlu filmurnar. Ásgeir segir að lítið hafi verið ljósmyndun eftir að alvara lífsins tók við með húsbyggingum og barnauppeldi. Hann tók við upp þráðinn aftur í kringum 1980. Svo eftir ég keypti mér myndavél aftur, þá var nú Kristján fluttur hérna í burtu og þannig að það var engin stækkara þannig að þá keypti ég mér stækkara og setti mér upp myrkrakompu í svefnherberginu heima. Þannig að frúin hefur þurft að líða ýmislegt en sem betur fer þá var hún allra manna þolinmóðust og þetta gekk nú allt saman stórslysalaust. Þá var ég sem sagt að framkalla og stækka á nóttunni meðan hún svaf. I'll show you things you'd only see in storybooks. If I thought you'd ever change your mind, I will bring you happiness wrapped up in a Ég var nú ægilega íhaldssamur á að nota filmur. Ég einhvern veginn hafði mikið í það að fara í digitalvélarnar. Þannig að það er ekki fyrir 2003 að ég eignast fyrstu vélana svoleiðis og það er nú bara svona lítil kanonvél. En svo 2010 held ég að verið, þá keypti ég mér aftur almennilega vél með skiptanlegri linsu og svo er það bara fyrir 2 árum síðan að ég eignaðist þessa vél hérna sem er náttúrulega mitt uppáhald núna. Ásgeir hefur einnig skannað inn gamlar myndir frá öðrum meðfram því sem hann er duglegur að mynda daglegt líf og umhverfi sem á að fanga dýrmæt augnablik. Eftir ég hætti að vinna þá höfum við ferðast aldrei mikið í landið og þá hef ég verið að einbeita mér að kirkjónum. Ég á myndir af, ég held öllum kirkjum á Íslandi nema 3. Mér vantar mynd af kirkjunni í Flatey á Skjálfanda og 2 frá Hornströndum. Allar aðrar held ég eigi allavega að utan.
ekki allar að innan. Ég hef ekki komist inn í þær allar ennþá. If I thought you'd ever change your mind, I will take you where the music's sweeter. Við hefum gert aldrei að því að fara til útlanda og leigja okkur bíl og keyra og vera bara okkar eigin herrar, ekki ferið í neinum hóp eða neitt. Þá hef ég tekið hellingamynda. If I thought you'd ever change. Tæknin fleygir fram á ógnarhraða og sífellt koma á markað nýjar vélar og forrit. Ásgeir duglegur að fylgjast með og leggur mikla natni í alla myndvinnslu. Já, maður hefur reynt að lesa sér til og fengið góð ráð og jafnvel sótt námskeið. Ég byrjaði nú bara mjög einfalt, en svo þegar ég eignaðist betri vélar þá fór ég að vinna í Photoshop, en núna á seinni árum hef ég eiginlega notað Lightroom sem myndvinnsluforrit og mér finnst það þægilegt. Þó svo að Ásgeir hafi ekki tekið mikið af lifandi myndum á hann þó eina slíka vél, en á bakvið hana er hjartnæm saga. Það var þannig að við vorum að fara til Þýskalands. Ég og Inga og sonur okkar, Örn Ingi, ásamt foreldrum mínum, og tilefni var að pabbi, hann var 70 þetta ár og var búinn að vinna í 50 ár hjá Kaupfélagi Héraðsbúa. Þannig að Kaupfélagi Héraðsbúa gaf honum ferð til útlanda ásamt konunni. Þau hefðu aldrei farið til útlanda áður og voru náttúrulega dálítið treystu sér illa til að fara einn. Þannig að við ákváðum bara að fara með þeim. Svo er það þegar við komum suður á Keflavíkurflugvöll og í fríhöfnina og erum að rölti þar þá sé ég þessa vél, þessa vídeóvél. Hún var ógnarlega dýr, hún kostaði 118.000 manni. Þetta var 1987 og mig langaði óskaplega í hana og kallaði á Ingu og við skutum að fundi hvort við ættum að leggja út í þetta og hún samþykkti það. Þannig ég keypti vélina með afborgunum, tók svo myndir af ferðalaginu okkar þarna úti. Svo þegar við erum komin heima hálfu mánuði síðar þá lenda þau foreldrar mínir í bílslysi í Oddsskarði og keyrt á þau og mamma lést. Þannig að þarna á ég lifandi myndir af henni bara mánuði áður en hún deyr. Og ég náttúrulega voðalega þakklátur fyrir. Change your mind. If I thought you'd ever change your mind. Björninn Paddington lærði að hafa alltaf samloku með marmelaði með sér til öryggis í hattunum hvert sem hann fór. Austfirðingar hafa gjarnan kræsingar með sér þegar þeir fara ferðasýningar, svo sem mannamót, en úrvalið er annað en hjá Birninum. Ferðamenn hafa margir hverjir áhuga á staðbundnum mat og fjölgun þeirra þýðir að fleiri muna þarf að metta sem hvetur til framleiðslu. Bændur í Vallanesi hafa löngu verið framarlega í austfirskri matvælaframleiðslu. Þeir fóta sig nú líka í ferðamennskunni og buðu upp á nýjar afurðir á sýningunni. Við höfum verið að bjóða upp á nýtt hrakkbrauð úr byggi og heilhveiti sem við ræktum og hérna er enda repjóljan okkar líka og við notum rósmarín í það. Svo erum við líka með nýja sultu sem er stikkilsberjasulta og hún er krydduð með alls konar framandi kryddum, múskatblómi og anís og fleira. Hvernig hefur þessu tekið? Bara mjög vel. Það er allir mjög glaðir að þegar eitthvað er búið til úr íslensku korni. Það vekur alltaf lukku, enda náttúrulega hollt og gott. Nú eru þið að spreita ykkur á ferðasýningu, þið eru kannski annarri matvælasýningum. Hvernig finnst ykkur munur? Hvernig líður ykkur til þessa fyrstu? Þetta bara ljómandi vel. Þetta er bara býsna mannmargt og skemmtilegt. Og já, svolítið nýtt fyrir okkur. Þetta er annar kúnnahópur heldur en við vanalega. En þetta tengist náttúrulega og greinilegt að maturinn hefur mikið aðdráttarafl og margir forvitnir matartengda ferðaþjónustu. Annað býli sem vakið hefur athygli fyrir frumlega framleiðslu eru Karlsstaðir í Berufirði. Sveitasnakkið gerði það gott á mannamótum.
Ég búinn að vera að sinna því að koma út þessu snakki hjá Havari. Og hvernig eru viðtökurnar á þessu? Það eru alveg gríðarlega góðar. Ég held að ég hljóti að eiga inni einhver umbúðslaun frá þeim. Þetta er alveg rifið út, fólk dásamar þetta. Og hvað er í boði? Herru, þetta er sem sagt rófur, gulrófur og kartöflur. Og hvort tveggja mjög vinsælt. Og hvort finnst þér betra? Mér finnst rófurnar betri. Mér finnst það mjög góðar. Berð þú ábyrgð á þessum tóma póka sem er hérna? Ég ber ábyrgð á þessum tóma póka og öllum hinnum sem er undir borðið. Í Vopnafirði hafa bændur á Sýrekstöðum prófað sig áfram með reyktar nautatungur. Það er að salta þetta nokkra daga í pækli og svo setjum við utan þetta svona grísu og svo er þetta hengt upp og reykt í svona rúma viku við taðrekking. Og hvernig sósa er best með þessu? Piparrótasósa. Þetta er reynda bara piparsósa en piparrótasósa það er sterk og mjög góð. Og hvernig er viðbröðin á tunguna? Mjög góð. Þeir sem vilja að annað borð smakka tungu sem vil ekki smakka hana af því þetta er nautatunga eða tunga. En þeir sem að fást að gera það, þeim finnst þetta gott. Svona passlöfur reykur í henni. Það hefur ekki að segja svo hvernig með reykin í matvælanum hvort það er sterkt. Þetta er svona mjög lúðfengt, eins og þeir hafi kannski smakkað. Vopnfirðingar eru líka þekktir fyrir að framleiða hákarl. Hótel Tangi bauð upp á einn slíkan frá Guðjóni Guðjónssyni. Hvaða dóma fær hákarlinn? Góða. Er hákarlatúrismi það tækifæri fyrir Vopnfjörð? Það er góð spurning. Já, það er góð spurning. Við höfum verið að bjóða upp á þetta hjá okkur. Ferðafólki sem hefur komið. Það er bara komið vel út. Eskfirðingar mættu vitaskuld með harðfisk. Þetta er bara harðfiskur frá Eskifirði, frá Sporði. Framleiddur af bróðum mínum Atlabergi, Egilssyni. Þetta er ísa sem við erum með hérna. Og þetta verður rosalega vinsælt hér í dag. Og það vekja mikla athygli? Já, það vakið mikla athygli. Og svo var það Þórður á Skorrastað sem flakkaði á milli gesta með hrátt hangikjötslæri. Við spurðum hvernig undirtektirnar hefðu verið. Já, það er mjög góðar. Enda er þetta tvíreyktur, þrískorin hrútur. Þrískorin? Þrískorin, já. Þurftur að skera þrísar til þess að... Það er bara, þrískorin hrútur er betri heldur en einskorin hrútur, það lítur að vera. En tvíreyktur er hann allavega. Er þetta sem þeir koma í Skorrastað? Já, meðan annars. En svo fá menn líka náttúrulega reiðtúra, gönguferðir, gistingu, sögur, bæði sannar og lognar og allt þar á milli. Það er aðal lognar, ég veit það. Já, ef við ættum að súmma þessu upp í svona stuttsvar þá væri það að við sáum sniðuga atvinnuauglýsingu á djúpavogur.is. Í kjölfarið ákveðu Gretna Mjöll og Óðinn sem búið höfðu á höfuðborgarsvæðinu og í Boston í Bandaríkjunum að flytjast á Djúpavog í fjölskylduvænna umhverfi. En svona eftir að við fórum að huga því að vera fjölskylda þá einhvern veginn fór ég að sjá fyrir mér svona þetta svona róa þetta aðeins niður og njóta. Það var líka alveg bara svolítið þannig að mér finnst það eiga allir að gera bara allt í einu. Þú veist, við í kringum 30 og maður er að koma undir sér fótunum, maður er að safna fyrir íbúð, maður er að eignast börnin sín og maður er líka að vera að stofna fyrirtæki og skrifa bók og allt. Og mér fannst þetta einhvern veginn, ég nefndi ekki alveg að standa í þessu. Öll í einu. Þannig að mér fannst svona allt í lagi að hægja bara aðeins á og gera allt hitt kannski bara aðeins seinna. Það er ekki að vera að gera allt á sama tíma. Hverja teljið vera kostina og þá líka ókostina við að búa á svona stað? Þetta er voða gott, við erum bæði bara að sunnan úr borginni og maður hefði svona heilt eða svona ímyndað sér já, allir þetta viti hvað maður er og hvað maður er að gera og maður heilt að það er eitthvað svona óþægilegt og það er alveg pinguð þannig, það er ekkert margir íbúar hérna og maður er fljótur að kynnast flestum þannig að þegar það kemur nýr bíl í bæinn eða nýr flytur þá er maður alveg að spá í því og það er eðlilegt. Og mér fannst það miklu minna mál en ég einhvern veginn hafði haldið að það myndi vera. Hinn hliðin á þessu er náttúrulega fólk hérna, það lætur sig mann varða, það er ekki sama, það er rosalega mikið samkennd hérna finnst mér og svona almenn velvild og mér finnst einhvern veginn kosturinn við það að vera í litlu þorpi sem allir þekkja alla
þeir vega miklu þyngra en ókostir. Þetta eru ókostir. En þú veist, þetta helst bara getur ekki nálægt á störu. Það er bara miklu meira kostum heldur en ókostum. En mín upplifun, sko. Þau fengu fljótlega að kynnast því hversu heimilislegt lífið á landsbyggðinni getur verið. Þá voru við náttúrulega svolítið spennandi og nýja fólki í bænum og Regína líka var svo mikið djást, sko. Og allir krakkarnir voru svo hendur að henni. Og leika við hana. Já, og það komum bara krakkarinn og ég grínlaust, þetta er ekkert grín þessi saga. Ég kom heim úr leikskólanum, sko, og var eitthvað aðeins lengur og kom heim kortur yfir 4. Það voru komnir 4 krakkar og við bættust 3, sko, og svo var bara, ok. Þá þurfum við bara allir að setjast niður og ég skar niður 4 appelsínur og vinnan hélt bara áfram, sko. En mér finnst þetta svo yndislegt. Þetta er það sem við alveg fýlum í þessu, sko. Ég segi Haraldur, þú gefur tilbaka. En nú það þannig með þegar fólk kemur svona á minni staði og menntað fólk og þess að það sé nýtt í fleiri en eitt. Já, það er svo sannlega gert hér líka. Jú, það var alveg búið að varma við því, alveg passaði þig, þú verður fenginn í allt og svo var maður alveg einmitt varaði við því og svo gerist þetta bara samt. Og maður þetta kann ekkert segja nei, en svo líka sko, finnst okkur þetta bara tækifæri, sko, hversu oft færðu tækifæri til að prófa svona margt á svona stuttum tíma. Þú veist, þegar þú prófar að vera að stýra einhverju námskeiði og framkvæmdastýra þessu og þjálfa þetta og allt á einhverju hálfsvars tímabili, frekar en 10 ára tímabili. Þú getur verið ákveðlega fljót að fylla ferilskrána. Já, allt í einu bara fyllist reynslubankinn töluvert hraðar heldur en að hann hefði kannski og hefur annars gert. Líður eins og þú hefur áhrif? Að þetta skiptir máli? Já, það er svo sannlega þannig. Bæði auðvitað er fólki svo næs hérna að það lætur mann alveg líða þannig. En ég finna alveg að maður hefur alveg breytt ákveðnum hlutum og það er ótrúlega góð tilfinning og gaman líka að geta gert það. Mér finnst það kannski líka þetta frelsi að þú veist, ef þú vilt að gerist þá getur þú bara gert það. Og eins bara sem dæmi þá er ég með íþróttaskóla fyrir litlu krílin og litla dóttir mín er 9 ára 2 ára og mér langaði bara að það sé eitthvað í boði fyrir hana og þá varði ég svolítið bara, já ok, það var ég bara að gera. Þannig að þá bjóð ég bara til íþróttaskóla Djúpavogs. Og þannig að þú veist, það er svona ágætt þegar maður er svona ákveðin dúer þá hendar það ágætlega í svona umhverfi. Fara þau oft suður eða er fólki þeirra duglegt að koma austur? Það er þetta miklu lengra hingað heldur en suður, sko, í kílómetrum. Það er miklu lengra austur. Nei, fólk er bara mjög duglegt að koma. Stundirnar verða öðruvísi og samverustundirnar verða miklu lengri hvert skipti. Það eru kannski sjaldnar, en það eru einhvern veginn dýrmætari. Þú veist, mamma og pabbi kom í heimsókn og þau borða morgunmat með okkur og þau borða hádegismat með okkur og kvöldmat og svo aftur daginn eftir. Á meðan maður fer í matarboð í bænum kannski til mamma og pappa og maður er kannski 2 tíma og svo fer maður bara heim. Það er alveg hárrétt. Þannig að þú veist, þetta er allt öðruvísi samvera. Og mér finnst hún, mér finnst hún ekkert verri. Mér finnst hún eiginlega bara miklu betri. Já, fólk hefur verið almennt duglegt að heimsækja okkur. Það veist, nánustu vinir og fjölskylda hafa öll komið og margur oftar en einu sinni. Algjörlega. Bara mjög næs. Og við förum tiltölulega reglulega suður. Ég veit ekki meðaltalið, ég myndi giska á 2-3 mánaða fresti kemur eitthvað, þú veist, á sumrin það brúðkaup og... Það er þetta miklu meira á sumrin. Já, og veturna er jólin og svo höfum við að vera að fara á páska, við ætlum reyndar ekki að fara núna, við ætlum að vera heim með páskana og... Upplifa aðeins að vera heima hjá okkur, flýja ekki alltaf þegar það er tilefni til. Hvernig líkar þeim við svona lítið samfélag? Þegar við fengum ákvaðum að fara í þennan flutning, að flytja hingað austur. Þá sögðum við okkur, ok, þú veist, við ráðum okkur í vinnu til árs og svo erum við laus. Þetta er ekki fangelsi og ef þetta er ekki málið þá bara flytjum við aftur. Og hugsaðum þetta er bara 1 ár. Það er rosa góð leið til að koma sér í gegnum, þú veist, glænýja hluti og mikla breytingar. Og svo líður ár og það kvartar ekki að okkur að fara heim og þetta er þetta er gildra þarna, sko, af því þetta er heim. Og maður er svolítið suðvestur sentrískur og það er kannski ekkert óðurlegt að því maður á alltaf fjölskylduna þar en þetta er heima og það var í rauninni mjög fljótt að koma. Ég hef mikinn áhuga á stangveiði og aðeins verið að koma í skotveiðina og Austfirðirnir eru náttúrulega hálfgert mekka þess og það er náttúrulega stutt í alla náttúru og allt umhverfið, það er ægifagurt hérna.
dýralífi hérna er mjög fjölbreytt, sérstaklega fuglalífi og þú veist, fyrir svona náttúruundur og svona veiðimenn þá þetta bara draumur. Það hefur til dæmis trekt mig rosalega mikið, það er það sem lætur mér líða vel hérna. Fólkið er ótrúlega vinalegt, það er ótrúlega opið og hérna bara skemmtilegt, það er gaman að vera hérna. En hvað sögðu vinir og fjölskylda þessa ákvörðun? Er læknir þarna? Já, það var Er spítali? Já. Hvað ef eitthvað kemur fyrir? Já. Það var svona voðalega algeng spurning. Svo þetta líka bara, er það bara hvert? Já. Það var alveg, hvað? Og svo er þetta líka spurt hvort við verðum að fara að Djúpavog. Það er saga, sko. Jú, það var ákveðin, það var hérna yndislegu drengur og góðu vinur minn sem að hérna ruglaðist eitthvað hans í minni, ekki búinn að fara mikið út fyrir höfuðborgarsvæðið og hann heyrði að ég var að fara að flytja á Djúpavog og hann hafði miklar og þungar áhyggjur af þessu. Og hann hérna talaði við eldri bróður minn af því að hann var vant mig og þetta er yndislegu drengur og hann spyr bróður minn, hvað er að frétta á honum Óðni? Hann er bara komin inn á Djúpavog. Má hérna fjölskyldan þarna með honum, má það? Já, hann má fara á já, ok, ég bara vissi ekki að það mætti eitthvað svona fjölskylduprógram í svona hardcore meðferði með það. Hann hélt þess að Djúpavog væri extensive program fyrir Vog. Hann vissi ekki að Djúpavog væri til. Ég var á Djúpavog, sko. En svona bara honum til varnar, ég meina ég hafði aldrei komið á Djúpavog. Ekki heldur. Fyrir en að við komum hér í viðtal. Já, ekki heldur. Og maður svona skammast sín hálfpartinn fyrir það, en þetta er auðvitað bara, held ég, saga margra, sko. Mér fannst erfitt að geta sagt, ég vil búa á höfuðborgarsvæðinu þegar ég hafði aldrei prófað neitt annað. Og til þess að geta tekið þannig ákvörðun, þá fannst mér ég að vera að prófa bæði. Og þá get ég allavega tekið upplýsta ákvörðun hvort ég vil búa í Íslandi og þá hvar, eða svona allavega nokkurn veginn. Mér fannst þetta líka svolítið stór partur í þessu öllu saman. Já. Það fer allt í bankann, sko. Og fólk er voða duglegt að spyrja hvort að maður ætla að enda, hvað ætla ég bara að enda þarna? Já. Bara, veit ekkert hvað ég ætla að enda, ég er ekki ánum 30, sko. Nei. Það mér ekkert að enda næst í strax. Þannig að það liggur ekkert á að taka svona ákvarðanir. Greta Mjöll hefur spilað 28 landsleiki fyrir Íslands hönd ásamt því að hafa spilað fyrir yngri landsliðin og yfir 100 leiki með Breiðablik. Hún sér núna íþróttakennslu í grunnskólanum og þjálfar meðal annars fótbolta hjá Neista. Mér fyrst og fremst allavega atvinnulega séð þá lá þetta vel við þegar kom að því að finna eitthvað fyrir mig af því að nú dró sko staðan hans okkur hingað og þá sjálfkrafa fór maður að hugsa hvað get ég gert og þá ég hef ekkert lært íþróttakennslu eða þjálfun fyrir en ég fór svo bara námskeið út frá þessu en að þá svona eðlilega kannski hefur maður þennan bakgrunn þannig að það lá vel við og vantaði akkurat þjálfara og íþróttakennara á Djúpavog. Þannig að það var ofsalega heppilegt. Greta hefur undanfarin ár verið nokkuð áberandi söngkona. Nær hún að stunda sönginn hér fyrir austan. Ég syng ennþá í styrtu og gerði alltaf og held áfram. Svo erum við bara svo heppin. Við erum komin í hljómsveit af því að það er aldrei neitt að gera hérna. Þannig að við erum komin í hljómsveit og ég er alveg að elska það. Það er svona okkar félagslíf eiginlega. Og líka eitthvað sem við gerum saman af því að Óðinn er líka með því og við erum búin að halda tónleika og við hittumst alveg hverju viku og góður hópur Það er að gera allt sem mann langar til, sko. Eiginlega bara ekkert ennþá sem ég hef ekki fundið að sé hægt hérna, sko. Það var að þú allavega hefur ekki, þú tínir ekki sjálfur þér út á landi? Alls ekki. Og alveg, við erum ennþá við og við vorum líka voðalega einbeitt að því þegar við vorum fara að vera foreldrar og að við myndum hætta að vera við. En það hefur alls ekki tekist og ekki heldur með því að flytja til land. Við erum ennþá bara við og finnum okkur alltaf eitthvað til að hanga með og detta í eitthvað gýr og halda matarboð og svona uppáhaldsdótið okkar. Þannig að þetta er bara æðislegt. Ég hlæ stundum að því hvað maður flytt út á land til að róa sig niður og slaka á
og ég hef aldrei verið jafn upptekin á æfinni, sko. og mér er alltaf ekki ennþá tekist að leiðast, en það er svona ákveðið markmið. Þá er það ekki fleira hjá okkur í kvöld. Við sjáumst næsta 50 klukkan 8. Þangað til þá, bless bless.